svo var Robert Wessman að selja lyfjaframleiðslu. Ég játa að stundum þarf maður að sko setja sig vel onni það mikla viðskiptaveldi sem í kringu Robert, en hann með, kannski í stuttumáli sagt, hann með þetta Aztec eignarhaldsfélag sitt sem stór hluthafi í Alvotech sem líftækni fyrirtæki og skráð í Kauphöllinni. Og í Bandaríkjunum náttúrulega. Já, og í Bandaríkjunum og í Svíþjóð. Og sem við höfum náttúrulega fjallað mikið. Og svo var hann að selja Alvogen sem samheitalyfja hlutin hjá þeim. Hvað hefur að lesa í það? Þetta svona... Þetta svolítið skemmtilegt að því leitunum til að Robert Wessman sko byrjar bara hjá Delta í eldgamla daga sko, þegar sem svona samheitalyfja versmiða bara í Hafnarfirðinum sko. Það var held í fyrst í Garðabæ, hann fluttir svo í Hafnarfjörðin, þannig að hann svo fór hann náttúrulega í gegnum Pharmaco þegar að Delta og Pharmaco samvinnist, þannig að hann auðvitað og Actavis, síðan Actavis og allt það dæmi með Björgólfur Thor og þau slit sem þar urðu. Með öðrum orðum að Robert með alveg gífurlega þekkingu og reynslu af framleiðslu samheitalyfja. Hann metur það svo, Alvogen framleiðslu fyrirtæki með mjög... Sem félagi sem var verið að selja núna. Já, þess að ef við bara skiptum þessu, Alvogen merkir samheitalyf og Robert byrjar þar, sko, þetta verksmiðja í Bandaríkjunum sem að hefur verið fullkomin verksmiðja þar, ef ég man rétt í New York fylki sem framleiðir þetta, mjög verksmiðjan og það sem kannski athyglisvert við þetta líka það að hann að selja þetta og það verður til þetta nýtt fyrirtæki sem þetta Lotus sem að kaupa þetta og heitir þá núna Lotus Alvogen AS. Það metið núna á 250 milljarða en það ljóst að Robert metur það svo að það hann bara tekur Alvogen kassan og segir, ég ætla að setja það þarna inn, þannig að það komnir aðrir menn sem svona halda svolítið utan það. Í fyrsta lagi þá hann að fá alveg, hann hefur nú verið með sterka stöð í Bandaríkjunum með samheitalyf og ekki síður í Evrópu og Austur-Evrópu og Asíu, en ég samkvæmt því sem þarna kemur fram og menn að ræðum að þá mun markaðsstaðan í þessum lyfjabransa virðist þessar rásir að hafa aðganga að hillunni, aðganga að apótekum, aðganga að mörkuðum skipta alveg gífurlega máli eðlilega, en það verið að tala sérstaklega að Austur eða Asía sé styrkleikamerkið í þessu öllu og búið til sem sagt að það aðgangur að mörkuðum og þannig að þetta bara þarna 2 + 2 að verða 5 eins og þetta metið. Já. Alvotech hins vegar baby hans Robert Wessman núna. Það líftæknilyfin og þar við að horfa bara út á melónum við hliðina á sem sagt háskólanum. Þar mikið vísindastarf unnið og nú hann komið með 2-3 svona líftæknilyf. Hann að horfa á það og það Alvotech sem skráð sem sagt í og að fá upp mynd af og það nú kannski sem ofta, við höfum náttúrulega mikið fjallað félagið og við höfum fjallað mikið og við vorum að rifja þetta upp daginn en það ástæða til þess að rifja það upp aftur að það félagið núna þegar það svona komið í jákvætt cashflow og annars líkt að þá eins og kaup hluthafar séu svona hvað var að segja ég vil bara endurtaka það sem ég segi það skorti sjálfstraust sko markaðurinn en það auðvitað skráða fleiri markað en þann íslenska það skráð í Svíþjóð og það skráð í Bandaríkjunum nú það sem kannski athyglisvert við þetta bara svona að það náði miklum hæðum í fyrra Alvotech og gull og grænir skógar á Grænlandi voru þetta svona Sputnik fyrirtæki svolítið á íslenska markaðunum og fóru bæðir svolítið hátt upp og Oculus ég tala ekki Oculus og það sem kannski líka í þessu að það það að bara Alvotech hefur lækkað sko þetta var JPT Marel var þetta stærsta fyrirtækið í Kauphöllinni og Alvotech númer 2 og bæði JPT Marel og Alvotech þannig fyrirtæki að eigendur þeirra í alþjóðlegir vegna þess að fyrirtækinu skráð á þessa markaði. Hvað maður að segja, Alvotech hefur fallið 43% frá því í hápunkti þarna í janúar og
það veruleg lækkun vegna þess að ef að þetta nýja fyrirtæki metið á 250 sem þetta sem keyptis Alvogen eitt af 20 stærstu samheitalyfjafyrirtækin þá í heimi og metið á 250 milljarða króna að þá sjáum við það að 43% Alvogen núna virði allt einu komið í 330 milljarða. Það alltaf stærra heldur en bankarnir. Ég meina bankarnir á 220 Arion markaðsvirði og Íslandsbanki aðeins lægri. Þannig að við sjáum það samt sem áður þetta mjög stórt fyrirtæki þó að markaðsvirði hafi farið niður og það athyglisvert sko að næstu að markaðsvirði hefur farið niður 200%. 200 milljarðar sem næstu það sama og markaðsvirði sameinaða fyrirtækis Lotus Alvogen. Þetta svona bara pælingar. Róbert að veðja á líftæknina og það líftæknin. Og hann líka veðja á Ísland því að nú hann að segja, nú að vera að upplýsa að þeir að fara að byggja mjög stóra lyfjaframleiðslu verksmiðju út á Granda, gríðastór bygging sem á að reisa þar. Við konum með lóðar og að hæla og Róberti fyrir það sko, Siggi sko, að hann að koma með það fullt af útlending. Þetta gríðarlega dýrmætt að hafa þessa vísindamönnum sem hann að tóa til landsins. Ég játa að þetta kannski jákvæðustu bara tíðindi mánaðarins ef ekki ársins að sjá þessi áformum að reisa verksmiðjuna. Þannig að ég veit ekki sko hlutabréfaverðið það markaðurinn að meta alveg til dæmis eins og það var upplýst daginn að skortsala í félaginu hafi dregist verulega saman. Og hvað maður segir það hafa þá menn sem kannski voru búin að vera að taka út skortsölur og kannski þá búin að vera að taka eitthvað út úr því með skortseljafélagið en allavega í dag skils mér að það sé ekki svo mikil skortsala á félaginu sem náttúrulega þá bandar ekki megin væntanlega í tilvörunni vegna þess að skortsala er ekki hér á landi eða lítil sem engin á leið, ég bara mannið ekki, við erum að kynna okkur það. Aðalatri það að sko yfirleitt mennað í skortsölu að veðja á lækkanir en það sem í gangi það að sko markaðurinn bara metur Alvotech á þessu, þetta annars stærsta fyrirtæki í Kauphöllunni, það hefur lækkað því miður fyrir hluthafana en ég alveg fullviss það að þessi áform út á Granda eins og þú nefnir til sögunar hann hefur sagt að þetta gæti orðið sko ef ekki vel gengur orðið bara 4. efnahagsstóðin sko á Íslandi en þessi sala samt á Alvogen bara í ljósi svona þekkingar Róberts og allt þetta þá þetta bara athyglisverð sala hann er náttúrulega ótrúlegur maður að mörguleita Róbert og það sem að þessi boltar sem hann heldur á lofti og það er alveg með ólík. Ég framleiða líka vín í Frakklandi. Hann er svo ríkur hann hefur efni á því að framleiða vín í Frakklandi. Það er ekki eitthvað sport hjá umönnum að sjálfsögðu er það sport. Að vera með eitthvað búk. Já, sjálfsögðu það sport.